Hæ, í þessum myndbandi ætlum við að tala um ruslpóst. Á hverjum degi meira en 6 milljarður tölvupósta sendur út allan heim. Stór hluti af þessum pósti myndi flokkast sem ruslpóstur. Ruslpóstur póstur sem á það sameiginlegt að reyna að plata notandann til þess að gefa frá sér einhverjar persónulegar upplýsingar eða setja upp illskeytt forrit. Flestar tölvupóstþjónustur í dag eins og Gmail og Hotmail eru nokkuð góðar í að sía út ruslpóst, svo jafnvel lendum við aldrei í því að sjá ruslpóst í innholun okkar. Það eru 4 mikilvægir hlutir sem við þurfum að hafa í huga varðandi með ruslpóst. Við eigum aldrei að svara ruslpósti, aldrei að opna tengla á vefsíðu sem hann geti innihaldið. Við eigum aldrei að senda upplýsingar eins og greiðslukorta upplýsingar gegnum ruslpóstinn og jafnvel bara helst ekki að svara honum yfir höfuð. Það sem gott að gera ef þú færð póst sem þú kannast ekki við að henda honum í spam-öppuna þína eða jafnvel bara eyða honum. Dæmi ruslpósta sem við getum fengið eru til dæmis eitthvað klámfengið efni. Það er prins út í heimi sem vill leggja pening inn á okkur og það vill svo til að hann þarf bara greiðslukort á upplýsingarnar okkar. Eða að við getum keypt ódýr lyfseðilsskyld lyf út í Kanada eða Indlandi og svo framvegis. Það er mikilvægt að vera á varðbergi gagnvart ruslpósti, en góðu fréttirnar eru að ef við skildum lenda í honum, það er mjög einfalt að henda honum út úr innholun okkar og halda áfram eins og við höfum aldrei lent í honum.